Í gegnum tíðina hafa stærstu tískufyrirmyndir ungs fólks verið tónlistamenn. Tískan fylgir einhvern veginn alltaf tónlistinni og öfugt. Þannig að tónlistin, hún leiðir alltaf allar helstu tískubylgjur, hún leiðir samfélagsbylgjur yfir höfuð. Ég held að sé út að í grunninn eru þau svo lík, en þetta er bara einhver list, einhver sköpun. Bíddu, leið mér daginn á það. Það tónlistafólk fyrir mér sem hefur mest áhrif á tískan á Íslandi í dag, Aron Kahn, GTRN og Flóni. Jón Karin, strákarnir í 101, Joey Christ, Logi Pedro, Birnir og félagar. Svo erum við með Pál Óskar, popgoðið, ég veit ekki hvað er, Svala Björgvins, Björk. Í þessum þætti ætlum við að tala við ungt tónlistafólk sem hefur bæði brennandi áhuga á tísku og veitir fólki innblástur. Bríett sem er þekkt fyrir klikku outfit á sviðinu og Þorra sem syngur og rappar mjög mikið föt og veit, leyfðu mér að segja, meira en flestur tísku. Mér langar að bæta ykkur Pinku við. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Þegar ég voru að koma, þá var ég eitthvað að hugsa hvaða svona fólk ég hef litið upp til eða svona tísku dót sem ég pæli í. En ég hef bara alltaf verið, þú veist, að fara á fatamarkaði og bara svona sé hvað ég fíla og gert það, skilji. Ég hef voða lítið fylgt bylgjunni, sko. En eins og núna seinsta laugardag þá vakti Pinku athygli á samfélagsmiðlum og bara svona frekar góð viðbrögð outfitið sem varst í. Litli jakkinn, sko. Litli? Litli jakkinn, sko. Þessi er ekkert svona humble. Nei. Það er það sem ég er að segja, sko. Maður getur ekki bara mætt í þessu hvert sem er, hvernig sem er. Sjáu þetta. Þetta er rosalegt. En þetta er sko alveg svona fashion dót. Og fyrsta svona sem ég hef keypt sem er bara kostar alveg sitt og er alvöru bara hönnun. Bara einhver sérstök hugsun á bakvið outfitið? Nei, það var það ekki. Jú, kannski svart og hvítt eitthvað. Það var kannski pælingin, svona að vera í öllu hvítu og vera síðan í svörtu út af lögunum. Stundum svona eru lög með einhver ákveðna liti. Það meikar sens. Já, ég fatt það. Og mér fannst einhvern veginn þessir tveir litir svona representa þessi lög. Fannst mér, þannig að já, það var engin meiri pæling á bakvið það, sko. Þannig að þið finnst kannski svona Pinku, þú veist, sjónaspil, fattur þau, að hlusta á eitthvað og sjá eitthvað, kannski svona smá tenging á milli eða þannig? Já, þú veist, þegar þú ert að hlusta á tónlist og sérðu eitthvað ákveðið outfit þá kannski upplifir lagið öðruvísi eða eitthvað, sko. Ég geri það allavega. Bara það að ég skipti outfit. Ég hafði mjög gaman af því að gera það eins og ég gera á hlustendaverðlaunum, að bara vera í einhverju og skipta síðan, hafa svona eitthvað flæði í fataklæðinanum, sko. Mér finnst það gaman. Ég sá kórónu og ég var bara, ég ætla að vera með þessa kórónu. Og þú ert queen? Að ég er queen. Hæ, Breki. Rómar. Og að því að ég átti þennan hérna sem að ég keypti í London og þetta er apparently einhver hérna bara svona sloppur, sko, sem að einhver kona átti í gamla daga. Þá var ég komin með eitt outfit og ég ok, ég tek þetta lag í Carousel af því það er svo dramatískt, skilur. Svo fór ég með mömmu og hún dró út einhvern jakka og var eitthvað, en þessi hérna? Og ég eitthvað svona, nei. Svo svona fór ég að hugsa alltaf meira og meira hann. Þessi jakki var svolítið ógeðslega nettur það. Því ég kem inn á bíl, smá svona, þú veist, svona eins og ég sé svona, já, svona eins og ég keyri svona fína bíla, veit ekki hvað tala um. Kærastinn minn er mjög mikið svona pælir í merkjavérum og er mjög mikið eitthvað svona, já, þetta er sjá nýja frá Gucci, eitthvað svona drasl. Bríett, þetta er Dolce & Gabbana. Og ég bara, já, ég veit, það er ekki hugmynd, sko. Mjög oft kaupi ég eitthvað eitt, svo fer ég einhvers staðar annars staðar, restum bara ár eða eitthvað, og þá passar það fullkomið við. Bara eitthvað Destiny eða? Jú, þú veist, ég keypti þennan jakka sem er huge. Svo fann ég bara þessar buxur. Í alvöru?
það kom bara dagar. Stundum ég bara hress og þá ég í einhverju cool outfiti en svo ég kannski bara alls ekki hress og þá ég bara í cozy buxum, skilurðu. Þannig að klæðið dálítið eftir kannski skapi. Já, svolítið. Hettan sko aðalmálið, svona. Það labbar maður svona, ekki tala um mig. Eitthvað svona einn uppáhaldshlutur eða eitthvað sem þú átt sem bara svona, sem stendur gett upp og sem þú myndi alltaf þykja vænt um eða eitthvað? Það ógeðslega erfitt af því mér þykir svo vænt fötum mín. Mamma alltaf eitthvað að segja mér að henda einhverjum fötum og að ég alltaf mikið af fötum. En þú veist, svo fer maður í gegnum þetta og maður eitthvað svona, ég keypti þetta í London og það gett mikið mála blað, skilur. Maður með minningar með. Mjög mikið, það mjög tilfinningalegt tenging við fötum hann, sko. En já, ég á alveg fullt af fötum sem að, þú veist, mér þykir mjög vænt sko. Svo fekk ég þessa frá ömmu, sko. Finnst þér þetta ekki fáránlegt? Ég samt elska þetta, sko. Það það sem ég elska, sko. En hvað er stóra planið? What's the big scheme? Að vera hamingjusöm. Ég held að bara sé málið. Hvernig myndir svona lýsa, fatastílnum? Bara ótrúlega þægilegu, sko. Ég eiginlega alltaf í hettupeysum og ekki mikið að flækja það, sko. Strigaskór, bara, þú veist, þetta basic, sko. Þarf þetta að vera eitthvað designer-dót eða ertu alls ekki, sko. Allstaðar? Alls ekki, sko. Það alltaf gaman að kaupa sér eitthvað designer, en alls ekki, sko. Ég elska að kíkja í Sputnik og Kólaportið og fara til útlanda. Finnst þér mikilvægt að vera með eitthvað ákveðið look til að geta meika á Íslandi sem tónlistarmaður eða rappari eða? Ég held að hjálpa alveg, sko. Þú veist, ef þú ert með þinn stíl, bara í öllu, skilur, þú veist. Elvis var með sinn stíl og það hjálpa hann mikið, skilur, fólk að klæða sig eins og hann í dag. Þannig ég held að geta alveg hjálpað þér, sko. En síðan getur líka verið bara gaman að vera öðruvísi, bara eftir, þú veist, hvaða dagur hvað í gangi, sko. Geta flippað aðeins. Hversu stór partur eru föt og tíska af lífiðinu? Bara alveg rosalega stór, sko. Þú veist, vinir mínir eru allir í tísku, þeir eru með búð, þeir eru með merki. Ég með stúdíó fyrir ofan búðina þeirra og þú veist, var að slænga skóm í grunnskóla fyrir auka penning. Ég alltaf að pæla í því, skilur, ef ég sé gamlan kall í skrýtnum fötum en hann í góðum skóm, skilur, þá getur það inspirað mig bara eitthvað og maður alltaf með auga á sig án þess að vita það eiginlega. Það svona undir meðvitund aldrei, sko. Núna eitt stærsta lagið sem heitir Vetements. Það eiginlega bara brand, svo eitthvað tískuhús og... Það var bara, mér langar bara að gera eitt lag sem var bara föt, þú veist, ég var búinn að vera að syngja alveg föt og eitthvað. Við erum alveg með bunka líka. Já, þú bæst með að taka með eitthvað úr myndbandinu. Já, ég gerði það. Eitthvað brot af því. Hvað merkir þetta? Þetta er Vetements. Þetta er Vetements. Sko, Vetements var fyrst bara krakkar í Frakklandi sem voru bara sauma á hvern annan, voru aðalega editaföt bara. Þetta var bara eitthvað algjört listalið. Ég feina alla peysur eru ekki svona og það var mjög pirrandi, sko, en það er gaman að fara inn og svona tilefni, sko. Svo er hérna komið aðra Vetements peysu sem er kannski aðeins klæðilegri heldur en... Þessi er aðeins svona eðlilegri, sko. Vetements hafa gert ljótustu flíkur í heimi líka, sko. Já. En þú veist, ef þú velur þig rétti þá getur þú fundið eitthvað geggjað, sko. Já. Geggjamerki. Þetta er peysa sem ég keypti snemma í fyrra. Ég sá A$AP Ills í svona peysu. Þetta er alveg svona frekar iconic bólur sem margir eru búin að rocka. Já, þetta er algjörst svona grail piece, sko, þannig ég er óslega ánægð með að eiga hann, sko. Það er bara eitthvað svona sem er ofarlega bara á listanum hjá mörgum, þú veist, sem fólki langar í en kannski... Eitthvað svona fjassjóður eða eitthvað svona? Já, nákvæmlega, eitthvað svona fjassjóður, sko. Sem getur keypt inn á til dæmis Grail síðunni. Já. Mér finnst það bara svo illa, sko. Ég myndi aldrei kaupa eitthvað út að einhver annar var í því, en ef það er cool, skilur. Já. Þetta er vel saggaður í þessum, eða? Þær eru svo stórar að það er ekkert að sagga þér neitt mikið. Ég er bölvaður saggari, sko, þarf að fara að hætta því, held ég. Nei, ég veit ekki. Ég er svona að reyna... Hvaðan kemur þetta? Er þetta japanskt, eða? Já, þetta er japanskt. Þú þarf alveg definitely ekki að sagga þessar. Nei. En hvað er stóra planið? Bara að hafa gaman, sko. Ég er að hafa gaman núna. Bara að halda áfram og meðan þetta er gaman ætla ég að gera þetta. Og þegar þetta verður leiðilegt þá fara ég að gera eitthvað annað. Hefurðu eitthvað hugsað þér að fara í eitthvað meira fatatengt eða er þetta alltaf bara tónlistin sem er í fyrsta sæti? Nei, þú veist, fyrst var ég að pæla meira í fötum, sko. Sem slisaðist inn í tónlist og fannst það mjög gaman, sko. Ef það væri eitthvað tækifæri, þú veist, þá myndi ég alveg skoða það, sko. En þangað til ætla ég bara að njóta þess að gera það sem ég er að gera, sko.